Good morning, everybody. Daginn, Please open your Bibles to the book of Hosea. Við skulum opna reikninguna í Hósea. We're continuing our journey on the theme of love, sex, and marriage. Við höldum áfram í þemanu kærleikan, kynlíf og hjónabandið. And we come to a story which I always find an amazing story. Við komum að sögu sem mér þykir alltaf bara ótrúleg. Let's pray. Skulum biðja. Father, may these words guide us. Kæri faðir, megi þessi orð leiða okkur. Your Holy Spirit impress its truth into our hearts. Þinn heilagi andi megi innblása okkur með þinn sannleika. Because your glory is our primary concern. Því að við viljum lofa þig. We pray in Jesus' name. Amen. Biðjum í Jesú nafni. Amen. One Bible commentator says that no one would have imagined Það var einn af þeim sem skrifar ritningana, hann segir að það hefði enginn trúað því that when Hosea began his ministry, Israel was about to end. Að það hefði enginn trúað því að hans tíma þegar hann hóf sitt starf að Ísrael væri við það að falla. Jeroboam II had expanded Israel's borders to almost the same extent as David and Solomon. Og Jeroboam hinn annar, hann hafði stækkað Ísraels ríkið þó að var næstu jafn stórt og á tímum Davíðs og Salómons. But the problem is that with political peace, En vandamálið við svona pólitískan frið, or rather political strength comes peace, eða með svona pólitískri styrki sem leiðir að frið, and with that prosperity, og með þessari auðlegð eða því sem fylgdi. and as we see many times through the Old Testament, God warns his people Og við sjáum það í gegnum Gamla testamentið að Guð að vara sitt fólk við. that in times of prosperity they are prone to forget him. Að þegar að allt gengur vel, að þá hættan svo að gleyma Guði. Israel had forgotten this as well. Og auðvitað hafði Ísrael gleymt þessu líka. And so God's prophet Hosea comes onto the stage. Svo spámaðurinn Hósea kemur hérna á sviðið. You may wonder why God didn't tire of his people. Og ykkur kann að hugsa, af hverju var ekki bara Guð þreyttur á sínu fólki? They had just rejected the prophet Amos. Þeir eru nýbúin að hafna Amos, spámanninum. And you might think it was entirely reasonable that God would abandon them and choose someone who listened a bit more carefully. Og það mætti kannski hugsa þannig að Guð gæti alveg fært auðveldlega rök fyrir því að hann gæti bara farið og fundið sér annað líð. But as we'll see here, and as is demonstrated all through the Bible, En eins og við sjá hér og eins og við séð í gegnum alla ritninguna, God's treatment of his people is not based on their good or bad behavior. að þá það ekki að stjórna viðbrögð Guðs eða hvernig hann höndlar sinn líð, byggist ekki á því hvort að þau haga sér vel eða illa, But on who he is. heldur út frá því hver hann The problem is, how do we understand God? En vandamálið liggur þá kannski í því, hvernig skiljum við Guð? How can a human being understand or begin to understand divine love? Hvernig getur hinn mannlega skilið þessa guðlega kærleika? It's a bit like trying to explain a Rolls Royce Þetta eins og að útskýra Rolls Royce to someone who has only driven a Lada. fyrir einhvern sem hefur einungis keyrt lötu. No offense to those people who've owned Ladas. Þetta ekki ætlað til að móðga lötueigendur. So to try to do this, God sends Hosea Og til þess að gera þetta, að reyna að gera þetta, þá sendir Guð Hósea as a living parable sem lifandi dæmisögu to explain his love. til að útskýra kærleika hans. And what we find happening, of course, is that God uses the sexual immorality of Gomer Og við sjáum það að Guð notar þarna kynferðislegt ósiðferðislega hegðun Gómoru to illustrate Israel's spiritual immorality towards him. til að sýna þessa ósiðferðislegu trúarlegu hegðun Ísraels. But more importantly, God is using the sexual faithfulness of Hosea Og þarna Guð að nota
trúnað eða sem sagt sexual faithfulness of Hosea. já, heldur bara þá hann að sína trúnað kynferðislega trúnað Hósea, nota hann To illustrate his own faithfulness to Israel. til að sína hversu trúfastur hann Ísrael. Please look in chapter 1 where the story begins, verse 2. Og við skulum líta á annað vers í fyrsta kapla. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, "Go and marry a prostitute, so that some of her children will be conceived in prostitution. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshipping other gods." Annað vers. Þá drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea: Far og tak þér hórkonu og eignast hórbörn, því að landið drýr hór og hefur snúist frá drottni. So Hosea marries Gomer, who bears 2 sons and a daughter while married to him. Þannig að Hósea hann giftist Gómer sem að eignast 2 syni og 1 dóttur meðan þau eru gift. It appears that Hosea was not their father, Það virðist vera að Hósea hafi ekki verið faðir þeirra, but these are fathered by men that Gomer is sleeping with while married to Hosea. heldur eiga þessi börn feður sem að höfðu sofið hjá henni á meðan hjónabandið þeirra stóð á. Because these are called children of unfaithfulness. Því þetta eru kallað á íslensku hórbörn. Now, each of these children have given a special name by God, Og hvert og eitt þetta barn fekk sérstakt nafn, which is symbolic of God's attitude and future actions towards Israel. og þessi nafni var gefið á Guði og þetta var sem sagt lýsandi fyrir viðbröð eða viðhorf Guðs til síns liðs. If you look in verse 4, the first one is called Jezreel, for God is going to punish the house of Jehu for a massacre at Jezreel. Og ef við sjáum í versi 4 þá fyrsti hér Jesreel og því að innan skams mun ég vitja blóðskuldar Jesreel á ætt Jehu. Verse 6, the daughter is called Lo Ruhamah, which means not loved. Og í versi 6 þá dótturinn heitir náðvana eða án kærleiks. Because God is no longer going to show love to Israel. Því að Guð ætlar ekki lengur að sýna Ísrael náð eða kærleika. And then the second son in verse 9 is called Lo Ami. Og í versi 9 þá á hann að heita ekki minn líður. Which means not my people. Já, það heitir bara það á íslensku. Yeah, okay. For God no longer considers them to be his people because they've rejected him. Því að þér eruð ekki minn líður og ég ekki yðar Guð. So we have a prophet of God, Við höfum spámann Guðs, an adulterous wife, konu sem drýr hór and 3 illegitimate children. og 3 óskilgetin börn. Now, you might think it odd that God uses the sexual relationship between Hosea and Gomer to illustrate God's love for man's betrayal of God's love. Okkur kannski að þykja það skrítið að nota þetta samband Hósea og Gómer til þess að lýsa sambandi Guðs við sinn líð. But of course, as we saw recently in Song of Solomon, En eins og við sáum í ljóðalögunum, there is nothing more intimate to describe the depth of relationship between 2 people. að þá það ekkert annað sem að nær í þessa dýpt til að lýsa því sambandi sem milli einstaklingana. There is nothing more intimate than this, Það ekkert sem nánara en þetta. which means there is nothing more devastating Sem þýðir það að það ekkert sem getur því skemmt ennþá meira frá sér, than for the wife not just to sleep around, út frá sér heldur bara það að hún sofi hjá öðrum, but to bring home the children of those adulterous relationships heldur að koma einnig líka heim með börn ávisti þessar trúfesti. for her husband to raise as his own. Til þess að hann Hósea geti alið þau upp sem sín eigin börn. God says, this is what you have done to me. En þetta það sem þið hafið gjört mér, segir drottinn. Now, of course, God does not use what has happened as an excuse to ignore or destroy Israel. Að sjálfsögðu þá það ekki, Guð ekki að nota það sem gerist til þess að hunsa eða til að eyða Ísrael. But rather, what we have here is another excuse for God to reveal his love again for rebellious people. Heldur sjáum við hér aðra
afsökun eða ástæðu fyrir Guð eða leið fyrir Guð til að sýna hvernig hann sýnir sinn kærleika til uppreisnargjarns líðs síns. And I want to describe 3 principles of godly love that we see here. Og mér langar til þess að lýsa þremur megin reglum Guðs kærleika Guðs Firstly, sem við sjáum hér. godly Fyrsta lagi, love prioritizes reconciliation. að það sem sagt kærleikur Guðs, hann forgangsraðar því að endurreisa sambönd eða endurreisa. In chapter 1, we've got the story of Gomer's promiscuity. Og í fyrsta kafla þá höfum við lýsingu á því hvernig hún Gómer hagar sér. And now when we go into chapter 2, we hear about Israel's promiscuity. Og í kafla 2 þá sjáum við hvernig Ísrael hagaði sér og út fyrir promiscuity, bara lauslæti, það kannski besta orðið. So if you look down in your Bibles at verse 2, Svo við lýstum á annað vers. there is God noticing Gomer's looks and actions of adultery. Og þá Guð að benda á það sem hvernig hún horfir og hvað hún gerir í framhjáhaldi sínu. Verse 4, the children from adultery. Og í versi 4 börn sem sagt þessas hórsambands. And verse 5, her continued pursuit of adultery. Og í versi 5 hvernig hún heldur áfram þessu lauslæti. Everything about this behavior is revolting to God. Allt þetta og öll þessi hegðun hún ógeðfelld Guði. If this exact same situation was here today, we might be finding ourselves good divorce lawyers. Ef einhver myndi lenda í þessu í dag, þá myndi hann eflaust huga sér að því að reyna að finna góðan skilnaðarlögfræðing. With good and reasonable justification. Og það með, mjög góðum grunni. But rather than reject Israel, as Israel had rejected God, En Guð, í stað þess að hafna Ísrael eins og Ísrael hefði hafna honum, God actively pursues Israel. að þá Guð ennþá að reyna að ná til Ísraels. Now look at this, because this is very interesting, God's methodology. Og við skulum líta vel á þetta, því að þetta mjög athyglisverð aðferði sem Guð notar. Firstly, in verse 6, God removes access to her lovers. Og í versin 6 þá sjáum við að Guð fjarlægir þennan aðgang hinna elskugana að henni. He says, I will fence her in with thorn bushes, I will block her path with a wall to make her lose her way. Fyrir því vil ég girða fyrir veg hennar með þyrnum og hlaða vegg fyrir hana til þess að hún finni ekki stigur sína. God is trying to block the way to the lovers so that she will remember who her true husband is. Guð reynir að stoppa þessa leið sem hún hefur til þessa frilla en til þess að hún muni hver eiginmaður sinn. If you look in verse 7, when she runs after her lovers, she won't be able to catch them. She will search for them but not find them. Then she will think, I might as well return to my husband, for I was better off with him than I am now. Og þegar hún eltir frilla sína skal hún ekki ná þeim, og hún leitar þeirra skal hún ekki finna þá. Heldur mun hún segja, ég vil fara og snúa aftur til míns fyrramanns, því að þá leið mér betur en nú. Secondly, God blocks or cuts off her access to physical and spiritual resources. Og í öðru lagi þá tekur Guð frá henni, hún getur ekki nálgast þessi physical and resources bara, that she needs. Hún bara tekið frá henni ákveðin ráð eða fjárráð af einhverjum. If you look in the beginning of verse 9, he takes away her food and drink. Og í versi 9 þá sjáum við hann tekur mat og vatn eða vökva af. In 9 and 10, he takes away the wool and linen meant for clothes. Og síðar tekur hann fötin eða ullina og hörina. In verse 11, he stops her religious celebrations. Og í versi 11 þá tekur hann burtu hátíðirnar. And in verse 12, he removes the gifts that her lovers have sent her. Og í versi 12 þá tekur hann burtu þessar gjafir frillana. Now, this is certainly a form of punishment. Vissulega þetta einhvers konar refsing. But notice what God is after. Look at verse 10. En sjáum hver hugsun Guðs. Sjáum vers 10.
I will strip her naked in public, while all her lovers look on. No one will be able to rescue her from my hands. Og nú vil ég bera blygðan hennar í augsýn frilla hennar. Enginn skal fá hrifið hana úr minni hendi. God is saying, I'm going to strip her naked in public. Og Guð segir þetta að hann muni, gjöra blygðun hennar bera. That people would stare at her in revulsion. Að fólk myndi sjá nekt hennar og horfa með ógeðfelldum hugsun. But for the purpose of her coming back into his hands. En með það í hugsun að hún myndi falla aftur í hans hendur. This was heavy discipline, but it was for the purpose of bringing them back together again. Þetta var hörð refsing, en hún var með það í huga að þau myndu ná aftur saman. The dominating thought in this passage is God wanting to reconcile with his people. En ríkjandi hugsun svo að Guð vil ná aftur sambandi eða tengjast aftur. Second principle, godly love initiates reconciliation. Og meginregla nummer 2, guðlegur kærleikur, hann stingur upp á eða tekur fyrsta skrefið í því að tengjast aftur. Now, I don't know about you, Ég veit ekki með ykkur, but if someone hurts me, ef að einhver særir mig, I want them to say sorry. þá vill ég að hann segi fyrirgefðu mig. That sounds fair enough, doesn't it? Það nokkuð sanngjarnt, er það ekki? When people hurt us, we want to hear an apology. Þegar fólk særir okkur, þá viljum við heyra afsökunarbeiðni. And if we don't hear that apology, Og ef við heyrum ekki afsökunarbeiðnina, then we're not going to reconcile. þá ætlum við ekkert að fara að lappa upp á sambandi sjálf. That is a very dangerous fault in human nature, Og þetta rosalega hættulegur galli í hinu mannlega eðli. and not how God is behaving here. En ekki þannig sem að Guð hagar hlutunum. While God is looking at the mess of their relationship, Þó Guð sjái þetta óreiðar ástand sem þetta samband, he's already planning what he's going to do. þá hann að skipuleggja hvernig hann getur brugðist við. Look at verse 14 and 15. Lítum á vers 14 og 15. But I will win her back once again. I will lead her into the desert and speak tenderly to her there. I will return her vineyards to her and transform the valley of trouble into a gateway of hope. She will give herself to me there, as she did long ago when she was young, when I freed her from captivity in Egypt. Ég vil lokka hann og leiða hana út í eyðimörk og hughresta hana, og ég gef henni þar vingarða sína og gjöri Mæðudal að vonar hliði, og þá mun hún verða eftirlát eins og á æskudögum sínum og eins og þá hún fór burt af Egyptalandi. This word allure means to sort of entice, to persuade, to come together. Já, og þetta orð lokka, það kannski nærði merkingunum betur á íslenskunni, en það bara til þess að leiða út og lokka. Right. And of course, God is alluding to when they were taken out into the desert, having saved them from Egypt. Og hér Guð að vísa til þess þegar hann leiddi Ísraels fólkið út í eyðimörkunni. The valley of Achor was where Achan had brought disgrace on the whole of Israel by his disobedience. Og Mæðudalur eða Akonsdalur, það dalurinn þar sem að Akon hefði komið og gefið Ísraels mönnum mikla skömm. So even this terrible event in Israel's history was going to be replaced by a place of hope. Og þannig að jafnvel þessi punktur í sögu Ísraelsmanna átti að skipta út fyrir vonar hliðið. That would enable Israel to sing with joy. Sem geti gert Ísrael kleift að syngja af gleði. So God has plans to restore his affections to Israel. Þannig að Guð hefur áætlanir það að endurreisa hans kærleika til fjölsins og to give hope in verse 14. Og til að gefa von, eins og við sjáum í versi 14. To restore intimacy again in verse 16. Og í versi 16 þá það að vekja aftur þessa nánd. In verse 18 he covenants with the earth to bring peace. Og í versi 18 og þá sáttmáli við jörðina og frið. And removes the threat of war so that people can live in safety. Og fjarlægir
áhyggjum af stríði svo að fólk getur lifið í friði. And he promises to be married to them, to be bound to them with righteousness and justice. Og hann lofar því að bindast þeim eða festast þeim eililega í réttlæti og réttvísi. And then he concludes in verse 23. Og síðan að lokum í versi 23. At that time I will plant a crop of Israelites and raise them for myself. I will show love to those I called not loved. And to those I called not my people, I will say, now you are my people. And they will reply, you are our God. Og ég vil gróðsta líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja, Guð minn. Third principle of godly love, God desires to return to the fullest possible intimacy. Hinn þriðja meginregla guðlega kærleika að guðlegur kærleikur þráir að ná aftur hinnu nánasta sambandi. When we move from chapter 2, which is about Israel's unfaithfulness, and now we go back to the story of Hosea and Gomer in chapter 3. Við förum frá sögunni þar sem við vorum að skoða Ísrael í kapla 2 og förum yfir í 3. kapla þar sem við snúum aftur að sögunum Gómar og Hósea. The command that God now gives to Hosea is quite astonishing. Og það sem að drottinn biður Hósea nú að gera er ótrúlegt. Look at verse 1 and 2 of chapter 3. Við skulum líta á vers 1 og 2. Then the Lord said to me, go and love your wife again, even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. So I bought her back for 15 pieces of silver and 5 bushels of barley and a measure of wine. Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og hefur framhjá eins og drottinn elskar Ísraels menn þótt þeir hneigjast að öðrum guðum og þykir rúsínu kökur góðar. Þá keypti mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan gómer byggs. Notice that Gomer is already Hosea's wife. Takk eftir því að Gómar var nú þegar eiginkona Hósea And Hosea has to buy back what already belonged to him. og hann þarf að kaupa aftur það sem hann átti nú þegar. It must have been hard to purchase something that already belonged to him. Það hlýtur að hafa verið erfitt að kaupa eitthvað sem hann átti nú þegar. But notice that God commands Hosea to take Gomer back. En takk eftir því að drottinn skipar Hósea að taka hana tilbaka. It appears that this was not something that Hosea was planning. Það virðist vera að Hósea hafi ekki haft áform uppi að gera það. I wonder if Gomer ever had an idea about how it was like for Hosea to buy her back again. Ég velti því fyrir mig hvort að Gómar hafi einhvern tímann átt sig á því hvernig það var fyrir Hósea að kaupa hana aftur tilbaka. Did she ever feel so grateful that she would never behave like that again? Var hún einhvern tímann svo þakklátt að hún ákvað það að hún myndi aldrei hegða sér aftur svona? To see his generosity and say, I will never go back to my lovers. Að sjá gjafmildi hans og ákveða að ég mun aldrei aftur fara til frilla minna. Or did she always have in the back of the mind that when Hosea wasn't looking, she would slink back to her lovers? Eða hafði hún það ennþá í huga þegar að Hósea myndi ekki hann myndi líta frá og hún myndi læðast út til frilla sinna. But notice that Hosea is also commanded to love her. En takk eftir því að Hósea fær þessi boð að elska hana. It is one thing to live with the thought of your wife in another man's bed. Það eitt að lifa með þá hugsunna konu þína í rúmi annars manns. But something different altogether to bring her back to yours. En allt annað kannski líka að koma með hana aftur í sitt eigið rúm. Hosea was commanded not just to be kind, but to love her again in the most intimate of ways. Hósea var ekki bara sagt að hann ætti að vera góður við hana, heldur var hann sagt að hann ætti að elska hana á þann nánasta máta sem til er. So 3 principles. Svo eru 3 meginreglur. God prioritizes reconciliation. Guð forgangsraðar endurreisn. He initiates reconciliation. Hann á frumkvæði af endurreisn sambanda. And he desires full and intimate reconciliation. Og hann þráir fulla og innilega nánasta tegund
þessara endurreisnar. I want to make 4 quick applications of this. Og mér langar til þess að við tökum 4 svona punkta sem við getum nýtt okkur í úr þessu. Firstly, to those of you who know you're being spiritually rebellious with God. Í fyrsta lagi til þeirra okkar sem að þekkja eða vita að við erum andlega í uppreisn við Guð. As we've seen in this story, Eins og við sjáum í þessari sögu God will do anything to get his wife back. að það mun Guð gera hvað það sem það er til þess að ná aftur til konu sinnar. Even stripping her in public. Jafnvel að taka klæði hennar í burtu fyrir framan almenning. So here's the question. Svo hér er spurningin. Are there painful circumstances in your life right now Eru sársaukafullar kringumstæður í þínu lífi í dag that God may be permitting or engineering sem að Guð gæti verið að leyfa eða jafnvel skipuleggja because he's trying to pull you back to himself? af því að hann er að reyna að draga þau tilbaka til sín. God is not trying to make your life miserable. Guð hefur það ekki í hyggju að gera líf þitt óbærilegt. He's trying to pull you back into relationship because he loves you so very much. Heldur er hann að vinna í því að draga þig tilbaka til samband við hans því hann elskar þig svo heitt. Secondly, a word to those who have been rebellious in the past but are struggling with forgiveness. Og í öðru lagi til orð til þeirra sem að hafa áður verið í uppreisn og eiga erfitt með það að vita hvort þeim hafi verið fyrirgefið. When I have behaved badly or disobediently or immorally towards God, Þegar ég hef hagað mér í uppreisn gegn Guði, there is a voice deep inside me that tells me that God will not forgive me. þá heyri ég rödd innan með mér, djúpt innan með mér sem segir Guð mun ekkert fyrirgefa þér. It is too big of a sin. Þetta er bara of stór synd. It was done deliberately. Þú gerir þetta viljandi. It hurt too many people. Þú særðir of marga. This story, Þessi saga which is backed up by the cross of Christ, sem að er studd með krossi Krist proves that this voice inside us is a lying voice. sannar það að sú rödd sem einar með okkur sem segir þetta sé lyga rödd. No matter the depths of our past rebellion, Það skiptir engu máli hversu djúp okkar uppreisn hefur verið, God offers to love you in the deepest possible way. að þá Guð býður okkur enga síður þenn dýpsta kærleika sinn. He promises to give you everything he has, Hann lofar að gefa okkur allt það sem hann hefur, which means that nobody who is sitting here feeling guilty this morning sem þýðir það að enginn af þeim sem situr hér og finnur til sektarkenndar needs to leave carrying that guilt with them. þarf að fara hér með þá sektarkennd með sér. If you choose to fully offer yourself to God again today, Kjósir þú að gefa líf þitt til Guðs hér í dag og nú, hér og nú, God will love you again. þá mun Guð elska þig aftur. Thirdly, Í þriðja lagi, an application to those who are refusing to reconcile with rebellious people. í þriðja lagi fyrir þá sem að hafna því að byggja aftur upp sambönd við þá sem hafa verið uppreisnargjarnir. It is very easy for me to look at other people who are doing bad things. Það er rosalega auðvelt fyrir mig að líta til annara og sjá þeirra slæmugjörðir And say, look what they're doing. og segja, sjáu hvað þessi að gera. Don't you see how bad and unfaithful they have been? Sjáu ekki hversu þau haga sér illa og hversu slæmt þetta er. I'm going to make sure I stay away from them. Ég skal bara fjarlæga mig frá þessu fólki. God only stays away from his people when they have absolutely chosen to reject him. En Guð, hann fjarlægir sig einhverjum frá fólki þegar það hefur 100% alfarið ákvað að hafna honum. But until then, God is continually chasing for restoration of relationship. En alveg þangað til þá Guð að statt og stöðulega að vinna að því að vinna sáttum. Let us not confuse remaining pure with being separate from people. Skulum ekki rugla saman því að vera heilug eða hrein og því að vera aðskilin frá Or fólki. to allow our desire for holiness Eða leyfa okkar þrá eftir heilagleika
to separate us from those who we don't think are as holy as we are. Til að skilja okkur frá þeim sem við teljum ekki eins heila á okkur sjálf. Godliness Já, líkindi við Guð pursues relationship with the immoral. sækist eftir samböndu við þá sem eru enn í synd. And finally, an application towards those who have been hurt. Og að lokum ráð til þeirra sem hafa verið særðir. When we are hurt by somebody, Þegar við erum særð af einhverjum, we become a victim. þá erum við fórnarlamb. We have been a victim. Við erum fórnarlamb, við höfum verið særð. But if I always see myself as a victim, En ef ég horfi ávallt á mig sjálf á mig sem fórnarlamb, I will never be able to restore relationship with them again. þá get ég ekki unnið í því að byggja aftur upp sambönd. We have all rebelled against God, Við höfum öll á einhverjum tíma verið í uppreisn við Guð, but it is while we are still sinners that Christ died for us. en það var á meðan við vorum enn í syndum vorum sem að Kristur dó fyrir okkur. Christ paid the highest price for something that was already his. Kristur borgaði hið hæsta og æðsta verð fyrir eitthvað sem var nú þegar hans. Can you imagine how that must have felt? Getið þið ímyndað ykkur hvernig honum leið þá? As we see in this story and as at the cross, Eins og við sjáum í þessari sögu og einnig á krossinum, Jesus, who is the hurt one, þá er Jesús sá sem að hefur verið særður, who has been rebelled against, sá sem að uppreisnin beinist gegn, he is the one who initiates reconciliation. það er hann sem leitar sátta. The same power Hinn sami that was in kraftur Christ sem var hjá Kristi can fill your heart getur fyllt hjörtu ykkar to enable you to reconcile to others as Christ has reconciled to you. til að gera þér kleift að leita sátta með aðra eins og Kristur hefur leitað sátta við þig. This is a miracle, Þetta er kraftaverk and it is the glory of the gospel. og þetta er dýrð fagnaræðisins Let us pray. og við skulum biðja. Father, this is a complex story with many angles to it. Kærustu Faðir, þetta er flókin saga með mörgum mismunandi öngum, But fundamentally, it is a story of your love towards us en í grunninn þá er þetta saga þinn kærleika til okkar and how you continue to pursue us, og hvernig þú heldur áfram að leita og reyna að ná til okkar. even in our imperfections. Jafnvel í ófullkomleika okkar. I pray that we will imitate this type of love. Kæri himneski Faðir, ég bið þess að þú getur vakið þannig kærleika í höstum okkar líka And may we realize that this is not possible to do og gefa okkur skilningum það að þetta er ekki hægt að gera unless we have first received the grace of Christ. fyrir en við höfum tekið á móti náð Jesú Krist. But when that happens, En þegar það gerist, miracles can happen. þá geta kraftaverkin gerst. Pray for anyone who is struggling with any of these issues that we have been touching on briefly. Ég bið fyrir þeim sem að berjast við þessi málefni sem við höfum verið að ræða. And I pray that you will bring healing into their hearts Ég bið þess að þú meir veita lækningu í hjörtu þeirra with this divine love that we see here. og með þessum guðdómlega kærleik. I pray in Jesus' name. Ég Amen. bið þess í Jesú nafni. Amen.